Hvað á að gera við þetta? Kíkjum á það. Þegar ég er með brot sinnum brot, þá má ég alveg skrifa þetta upp á eitt strik. Og ég má skrifa, hérna er ég með 2 frumtölur, ég veit ég ger ekkert við þær. Ég má skrifa þetta upp sem einhverja aðra margföldun. Og til þess það nýtist mér, þá ætla ég að nýta mér tölurnar hér. Get ég skrifa 30 sem margföldun með 7? Nei, en 5? Já. 6 sinnum 5 og ég get skrifa 21 sem 3 sinnum 7. Hvað get ég gert núna? Jú, ég get stytt 5 á móti 5, því að 5 deilt með 5 er 1. Og 7 á móti 7, allt horfið undir striki, þetta er orðið 1, 1, 1 og 1. Það breytir engu. 6 sinnum 3 er 18. Get ég gert þetta öðruvísi? Já, ég ætla að skrifa þetta aftur. 37 sinnum 21, 50. Ég get gert bara, heyrðu, já, ég sé að 7 gengur upp í 21, þá strika ég út. Ég er í raun að deila með 7 báðum megin. Þetta verður 1, þetta verður 6. Stytti hér út. Nei, þetta verður ekki 6, þetta verður 3. Hér fæ ég 1 og 6. Af því að 5 deilt í 30 er 6. Ég er í raun að deila 30 deilt með 5, það er 6. 5 deilt með 5, það er 1. 1 sinni 1 er 1. Breytir engu. Ég fæ sama svar. Ef að gera þetta eins hérna, alveg sama hvor aðferðina ég nota. Hér er þetta 3 sinnum x sinnum 5. 25 sem ég ætla að skrifa sem 5 sinnum 5 sinnum 3 sinnum 2 sinnum x. Sjáðu, í staðinn fyrir að skrifa 6 þá skrifa ég 3 sinnum 2. Hérna stytti ég út 5 móti 5, 3 móti 3, x móti x. Allt hvarf upp á striki, þá verði ég að skrifa 1. Þegar allt hverfur undir striki, eins og hér þarf ég ekki að skrifa deilt með einum. En þegar það hverfur upp á striki verði ég að gera það. Þetta er 1 yfir 10. Ef við notum hina aðferðina, 3x deilt með 25 yfir 5 sinnum 5, 6x, þá strika ég hérna út 1 og 5, x á móti x, 3 á móti 2 er 1 og 2, 1 yfir 10. Þetta er svo aðferð sem maður fer hægt og rólega að nota, en maður þarf að vera orðinn pínu örugur í að gera þetta á meðan maður er að afla sér eða verða sér út það öryggi, þá getur borgað sig að skrifa aðeins fleiri skref niður. Hér ætla ég í raun bara að nota þessa aðferð. En hér er deiling, ekki margföldun. Þá verði ég að víxla aftur af brotinu, snúa því á haus, nota margföldunar andhverfu þess og þá gerum við 3x í öðru y yfir 2x, svo koma 10x hérna upp en 9x í þriðja y í öðru koma niður. Sjáðu, það sem er uppi fer niður, það sem er niðri fer upp. Og nú stytti ég bara alveg grimt. 2 á móti 10 er 1 á móti, er sérst 5 yfir 1. 1 yfir 3. X í öðru á móti x, þá styttist annaveldi út á móti x. Þetta x styttist út á móti þess og þetta breytist í annaveldi. Þetta x breytist út á móti þess og verður fyrsta veldi. Hvað er eftir hérna? Það er y dettur út á móti öðru veldinu. Það situr eftir 5 yfir 3x y. Það er ekki meira sem situr eftir. Kannski pínlítið óskýrt hjá mér, en þið áttu ykkur á því hvað ég er að fara.